Mikill viðbúnaður á Suðurlandi vegna hláku morgundagsins. Óttast að ár í klakaböndum geti flætt yfir bakka sína. Starfsmenn Reykjavíkurborgar mokuðu frá niðurföllum í dag til að vera viðbúin vatnssvelgnum. Dómsmálaráðherra vonar að lögreglan geti tekið fyrstu rafbyssurnar í notkun á þessu ári. Ákvörðun hans að veita lögreglunni þessa heimild standi þrátt fyrir gagnrýni. Jacinda Ardern, forsætisráðherra Nýja-Sjálands, ætlar að hætta í stjórnmálum eftir næstu mánaðamót. Hún segist ekki hafa orku í að halda áfram en gagnrýnendur benda á minnkandi vinsældir hennar heima fyrir. Til greina kemur að flytja út íslenskan eldivið en mikill skortur á honum vegna orkukreppunnar í Evrópu. Skógarafurðir í Fljótsdal annavart síaukinni eftirspurn eftir íslenskum borðvið. Og fótboltakrakkarnir hjá Skallagrimi vilja nýja íþróttahöll þar sem ekkert pláss fyrir þau inni í íþróttahúsinu í Borgarnesi. Þau hafa æft úti í allan vetur þrátt fyrir fimbulkulda. Gott kvöld. Ung kona varð úti ofarlega í Mosfellsbæ í óveðrinu sem gekk yfir rétt fyrir jól. Konan var á leið heim til sín fótgangandi og fannst látin rétt við heimili sitt. Flestum í fersku minni óveðrið sem gekk yfir dagana 17. til 19. desember þegar Reykjanesbraut lokaðist og alþjóðaflug lá niðri. Einhvern þessara daga var kona á fertugsaldri búsett við Esjumela ofarlega í Mosfellsbæ á leið heim til sín fótgangandi. Hún fannst látin skammt frá heimili sínu þann 20. desember. Grímur Grímsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sagði í samtali við fréttastofu að engar vísbendingar væru neitt saknæmt við andlát konunnar sem varð úti í veðrinu sem gekk yfir. Afar fátítt að fólk verði úti í byggð en kuldakastið sem gengið hefur yfir landið síðustu vikurnar með því mesta í áraraðir. Töluverður viðbúnaður á Suðurlandi vegna vatnavaxta í hlýindum morgundagsins. Vel fylgst með Ölfusá við Selfoss en almannavarnir óttast flóð í ánni vegna hlákunar sem spáð . Áin víða ísi lögð og talið að klakastíflur geti valdið því að hún flæði yfir bakka sína. Þá einnig fylgst með vatnavöxtum í Hvítá, Þjórsá og Markarfljóti sem allar eru ísi lagðar. Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, þið Guðmundur Bergkvist hafi verið á ferðinni á Suðurlandi í dag. Ekki búist við að áhrifin verði einna mest þar? Jú, og það sérstaklega vel fylgst með ánum á svæðinu. Nú aðgerðarstjórn almannavarna á Suðurlandi funda í dag og við skulum heyra hvað kom fram og hvað var ákveðið á þeim fundi. Við ætlum að taka stöðuna aftur í fyrramálið og núna næsta sólarhringinn mun í raun og veru lögreglan fylgjast bara með stöðunni og það verður þá kallað út ef það þarf að gera eitthvað. Nú hafa verið áhyggjur af Ölfusá þegar ísinn fer að brjóta sig. Hvað gæti hugsanlega gerst þar? Það getur náttúrulega komið klakastíflur eða klakarhlaup sem býr til klakastíflur og býr þá hugsanlega til svona staðbundin að áin flæðir upp fyrir bakka sína og við höfum náttúrulega ákveðna áhyggjur af því og það eru nokkur svæði sem eru svona þekkt þar sem það hefur gerst en svona í flestum tilfellum höldum við að sé ekki mikið af mannvirkjum sem verður fyrir tjóni í kringum það. Kristín, hvenær búist við því að veðrið skelli á? Það fer að hvessa og rigna og snjóka í nótt, fyrst sunnan og vestanvert landið og það reikna með að það verði orðið allhvasst og eftir 4 í nótt og þá eru komna gula viðvaranir allt vestanvert landið. Svo færist þetta austur yfir og hádegi á morgun verður komin hláku viðvörun allt land. Er það mikil úrkoma eða er það hlýindin sem að geti valdið vandræðum? Það er eiginlega bara sambland af þessu öllu. Vindurinn, talsverð úrkoma og hlýindi. Þetta er skilgreiningin á hláku og þegar jörðin er frosin þá tekur hún ekki við neinu vatni þannig að vatni leitar í stystu leið út í ár, læki, niðurföll. Og eins má búast við að allur klaki og snjór verði flugháll þegar rigningin kemur á það. Já, komi klakabungar í ljós á morgun. Eflaust á einhverjum stöðum. En það er víða viðbúnaður vegna vatnavaxta á morgun. Anna Lilja, það var ákveðið að rjúfa veginn við Stóru Laxá og það er verið að byrja á því núna, er það ekki? Jú, framkvæmdir voru að hefjast eftir nokkur undirbúning.
Nú hér Guðmundur Sigurðsson sem staðarstjóri hjá Ístakasvæðinu. Guðmundur, hverju á þetta skila? Þetta bara til að varna því að við fáum flóð sem við eigum von á. Þetta mjög stórt vatnasvæði hérna, þannig að það er von á alltaf 100 rúmmetrum af vatni hérna niður ána. Við erum að verja brúa mannvirki hérna sem í smíðum. Og þetta flókin aðgerð? Nei, þetta ekkert mjög flókið, þetta tekur smá stund bara. Það skipuleggja, loka aðkomuvegum og öðru. Þannig að fólk átti viti af því að þetta sé lokað. Og hvað tekur svona framkvæmd langan tíma? Hvað tekur langan tíma að rjúfa veg? Ég hugsa að það verði einhverju 3-4 tímar hérna að taka veginni sundur. Og svo þurfum við að færa ána til að hún fara að renna hér í gegnum nýja farveg. Þannig að hún fari frá mannvirkinu. Og hversu lengi verður vegurinn í þessu ástandi, svona rofinn? Við reynum bara að opna eins fljótt og við getum. Og þarna ekkert lengur en þörf á. Þegar að flóð og hætta liðin hjá og þá verður bara farið í það að loka fljótlega eftir það. Takk fyrir það, Guðmundur. Nú mun hlána allt land á morgun og fólk hvatt til að hreinsa frá niðurföllum. Nú Haukur Hólm, hann slóst í för með borgarstarfsmönnum í dag sem voru í óða annað undirbúa sig fyrir morgundaginn. Gul veðurviðvörun all land og miklar sviptingar í veðri. Viðbúið að færi spillist víða og vegir lokist. Í Reykjavík hafa vinnuflokkar á vegum borgarinnar farið vítt og breytt borgina með stórvirkt tæki að hreinsa frá niðurföllum. Við rákumst á einn vinnuflokk á mótum Laugavegar og Nóatúns sem var að vinna við erfiðar aðstæður í umferðinni. Það að fara víða hreinsa frá niðurföllum? Farum allavega borg, lágpunta. Þetta lítur fjöldin allavega niðurföllum? Já, við veljum ákveðna sem eru í hættu, ekki hæstu, bara lægstu. Og þið viti alveg hvar helstu vandamálin geta orðið það? Já, við þekkjum bara. Er þetta allt stíplað eða er það lokað? Sumt stíplað en sumt ekki. Er tölugur vinna að finna þau? Nei, notum Google. En hreinsa þarf jafnt við stórar umferðargötur sem íbúðagötur og í Vesturbænum rakst fréttastofan á annan vinnuflokk sem leitaði upp í niðurföll á Hjarðarhaga. Það er ekki alltaf einfalt að finna niðurföllin. Það er niðurfall einhvers staðar hérna undir, við erum ekki búin að finna það ennþá, en það kemur vantarlega í ljós. Þið eru alveg klárir á því að það sé niðurfallana? Alveg á hreinu. Þið finnið þau öll á endanum? Google Earth. Er það hjálpatæki? Það var gott hjálpatæki. Og það greinlega virkar því eftir að búið var að ryðja svæðið kom það í ljós undir klakanum. Á þessari mynd 15.000 niðurföll en áætlað að þau séu alls 50.000. Forstöðumaður vatns og fráveiti hjá Veitum segir kerfið eiga verið stakk búið að veita vatninu burt að mestu leyti. Verði svelgurinn of mikill, opnast neyðarlúgur sem veiti honum beint út í sjó. Já, ég myndi halda svona alla jafna ætti það nú vera þannig að því gefnu að niðurföll og ristar og þær leiðir sem vatnið hefur undankomu að þau standi greiðfær. Aðalmeðferð í langstærsta kókaínmáli Íslandssögunnar hófst í dag. Sakborningarnir 4 huldu andlit sín í héraðsdómi Reykjavíkur í dag en þeir eru ákærðir fyrir að hafa skipulagt smygl á nærri 100 kílóum af kókaíni í timbursendingu frá Brasilíu til Íslands með viðkomu í Rotterdam. Hollenskir tollverðir fundu kókaínið eftir ábendingu frá íslensku lögreglunni en það hafði verið kyrfilega falið inn í 7 timburdrumbum. Sakborningarnir neita sök. Skýrslutaka heldur áfram í héraðsdómi á mánudag en ekki leyfilegt að birta fréttir úr skýrslutöku fyrr en að henni lokinni. Dómsmálaráðherra segir að ákvörðun sín að veita lögreglu heimild til að bera rafbyssur standi þrátt fyrir þá gagnrýni sem fram hefur komið. Hann vonar að fyrstu byssurnar verði komnar í notkun mitt ár. Reglubreiting sem heimilar lögreglu að bera rafbyssur tekur væntanlega gildi í næstu viku. Einungis verður heimilt að úthluta rafbyssum til lögreglumanna sem hafa fengið þjálfun í notkun þeirra og þá má aðeins beita vopninu ef önnur vægari úrræði duga ekki. Þetta mun auðvitað taka okkur dálítinn tíma og ég gerir ráð fyrir að innleiðing á þessu muni taka 1 til 2 ár eitthvað svoleiðis. En ég gerir mig vonur það að fyrstu lögreglumenninni verði farnar að bera þessi rafvarnarvopn núna kannski mitt árið eitthvað slíkt. Jón hefur verið gagnrýndur fyrir að gefa Alþingi ekki kost á að ræða þessa ákvörðun. Þá sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra í hádegisfréttum útvarps að heppilegra hefði verið að ræða þetta með skýrari hætti í ríkisstjórn. Hún sagði að þyrfti að ræða þetta þar og ég hef lagt fram minnisblað þar og málið við fengið ákveðna umræðu á þeim vettvangi. En var það ekki rætt nægilega vel?
Það einhver annar að meta það. Þetta auðvitað ákvörður ráðherra að gera þetta og hún er vandlega undirbúin, þessi ákvörðun, og ítrekka verið hana rætt eins og ég segi í fjölmiðlum, þannig að það hefur ekki vakin einn sérstök viðbrögð eða gefið tilefni til einhverja sérstakar umræðu, þau viðbrögð sem þá hafa komið. Jón ætlar að mæta á fund allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis í næstu viku til að svara spurningum nefndarmanna. Hann segir að ákvörðun rafbyssuvæðingu hafi verið tekin með öryggi lögreglumanna í huga. Ég er tilbúin í alla umræðu þetta og rökstuðning fyrir mínu máli og er búin að rekja hann ítrekka núna. Þannig að ég er alveg tilbúin í umræðan. Ákvörðun hefur verið tekin á grundvelli þeirra upplýsingar sem ég hef og hún stendur. Forsætisráðherra Nýja-Sjálands, Jacinda Ardern, tilkynnti óvænt í morgun að hún ætli að láta af embætti næstu mánaðarmót. Hún hafi ekki orku til að halda áfram. Ardern var 37 ára þegar hún varð forsætisráðherra árið 2017, þá yngsta konan í heiminum sem hefur verið kjörin í það embætti. Þessar myndir eru frá endurkjöri hennar árið 2020 þegar flokkurinnar Verkamannaflokkurinn vann stórsigur í þingkosningum. Ardern leiddi Nýsjálendinga í gegnum erfiða tíma, heimsfaraldur, eldgos, efnahagsstrengingar og hryðjuverkin í mars 2019 þegar meir en 50 manns voru myrtir í skotárás á mosku í borginni Christchurch. I think that the way that she led New Zealand through those Christchurch terror attacks and the way that we all felt proud about the response from the country and from her as our leader and the way that she has always been a good ambassador for us on the global stage are things that will be really important in her legacy. En leiðtogar verða að þekkja sinn vitjunartíma, sagði Ardern öllum að óvörum á landsfundi Verkamannaflokksins í morgun. This summer I had hoped to find a way to prepare not just for another year but another term, because that is what this year requires. I have not been able to do that. And so today I am announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. Þannig að flokkur Ardern verður að finna nýjan leiðtoga fyrir kosningarnar í haust sem gætu orðið erfiðar. Verkamannaflokkurinn hefur verið á niðurleið í könnunum að undanförnu. Well, I think she needs a break, to be honest. Yeah, she's done a lot. So you don't sound that surprised. Well, I don't think she was doing very well in the polls anyway. So it's a good time for her to step down. What do you think that spells for Labor's chance in the next election? I don't know. It's going to be a pretty difficult year for them. There's a lot of storms on the horizon, so it's going to be a hard ask to win the next election, I suspect. Leikarinn Alec Baldwin verður ákærður fyrir manndráp af gáleysi. Baldwin skaut kvikmyndatökustjóran Halyna Hutchins til bana við tökur á Vestra nærri Santa Fe í Nýju Mexíkó í Bandaríkjunum í október 2021. Hann sagði sjálfur að skotið hefði hlaupið úr byssunni fyrir slysni og hann hefði talið að hún væri óhlaðin. Umsjónarmaður leikmuna byssana við tökur verður einnig ákærð í málinu. Saksóknari tilkynnti í dag að ákærurnar verði birtar í lok þessa mánaðar. Lögmaður Baldwins segir ákærurnar brjóta gegn grundvallar reglum réttaríkis. Óvenju umfangsmikil verkföll í Frakklandi settu samgöngur úr skorðum í dag. Fjöldi manns mætti á götur borgarlandsins til að mótmæla hækkun eftirlaunaaldurs. Meiri hluti Frakka á móti breytingunum en sérstaklega þeir sem hófu störf ungir. Það var tómlegt á mörgum lestarstöðvum í Frakklandi í dag. Stór hluti neðanjarðarlesta gekk ekki og því þurfti fólk að grípa til annarra ráðstafana til að komast leiðar sinnar. Þá féll kennsla niður í fjölda skóla. Ástæðan var allsherjarverkfall í Frakklandi. Verkföll eru býsna algeng þar, en þetta í fyrsta sinn í 12 ár sem öll verkalýðsfélög Frakklands sameinast að leggja niður störf. Tilefnið fyrirhuguð hækkun eftirlaunaaldurs úr 62 árum í 64 ár. Il est très possible qu'il faille en discuter, il faille revoir certaines choses. Maintenant, dans la précipitation, je pense que le pays est assez déchiré, assez clivé pour qu'on se passe le temps de discuter. Mótmælagöngur voru á yfir 300 stöðum í Frakklandi og talið að 100.000 hafi tekið þátt. 10.000 lögreglumenn voru við störf, þar af 3.500 í París. Meðal annars var flugeldum skotið að lögreglu. Je travaille dans une école maternelle et les conditions de travail sont de pire en pire et là, 2 ans de plus, c'est pas possible.
L'enjeu, c'est un enjeu de société. Est-ce que vous voulez partir à la retraite malade, cassé et même certains morts, ou est-ce que vous voulez profiter de la vie? Emmanuel Macron, forseti Frakklands, segir breytinguna nauðsynlega til að fjármagna lífeyriskerfið á sama tíma og fólk lifir lengur. Hann ætlar ekki að hvika frá málinu. Qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Það hefur verið allt aðra sálma. Eftirspurn eftir íslenskum borðviði hefur stóraukist á skömmum tíma og hjá skógarafurðum í Fljótsdal voru afköstin 20-földuð með nýrri og fullkominni flettisög. Mikil skortur á eldiviði í Evrópu og kemur til greina að flytja við úr Fljótsdal til Danmerkur. Hjá skógarafurðum þurfa sagartennurnar að bíta vel, enda hefur aldrei verið eins mikið að gera. Þar eru starfsmenn að undirbúa saugina sem breytir grófum trjábolum í dýrindis borðvið. Við sjáum mikla aukningu og meira eftirspurn. Fólk að vakna að íslenskt efni sé orðið valkostur, sambærilega valkostur. Við erum á samkeppnishæfi verðum líka. Og í COVID þá fórum við undir innflutningsverð. Við héldum okkar striki á þess að hækka og eftirspurnin eykst dag frá degi. Úrvinnslan tvöfaldaðist í fyrra og í ár er áætlað að unnið verði úr 1000 rúmmetrum af timbri. Til að anna eftirspurn var ráðist í 50 milljóna króna fjárfestingu, meðal annars í þessari nýju fullkomnu rammasög sem var sérsmíðuð fyrir skógarafurðir í Pólandi. Hún tekur digra boli og vinnur hratt. Gamla dagsverki sem við tókum í gömlu söginni, það fer í gegnum þessa sög á svona hálftíma. Þetta mikill munur og afkastagetan jókst og gæðin jökust líka. Aðgangur að hrátimbri er helsti flöskuhálsinn. Skógarafurðir kaupa allt sem tilfellur og mættu bændur vera duglegri að grisja. Borðviðurinn er aðalega framleiddur úr lerki og ösp og nýtist í ýmislegt, en lerkið er mest pantað í klæðningar utan á hús. En fleira er framleitt í skógarafurðum, þar á meðal eldiviður. Orkukreppan í Evrópu bjó til gríðarlega eftirspurn eftir eldiviði. Verðið úti hefur fimmfaldast og í Fljótsdal voru þurrkararnir stækkaðir en þeir eru kynntir með sagi og afskurðum. Núna er mínusgráðan að fara að koma inn í Evrópu. Þeir eru kringum núlið, þannig að núna fara þeir fyrst að nota eldvið að einhverju magni og það er allir byrgjar erlendis orðnir tómir. Það er bara svoleiðis. Þetta er nánast neyðarástand. Ef við náum hagkvæmari flutningi þá erum við að reyna að flytja út í Danmerkur eldvið. Við ætlum að reyna þetta. Fótboltakrakkarnir hjá Skallagrimi í Borgarnesi vilja betri íþróttaaðstöðu en eins og staðan er nú geta þau ekki æft innandyra. Þjálfarinn segir þetta óboðlegt. Krakkarnir láta kulda bóla þó ekki stöðva sig og æfa út í öllum veðrum, enda stefnaðu langt. Það var það bil 15 stiga frost þegar við kíktum við á æfingu hjá yngri flokkum í knattspyrnu hjá Skallagrimi. Eina aðstæðan sem þeim býðst til æfinga er lítill gervigrasvöllur. Allar æfingar barna eldri en 6 ára hjá félaginu fara fram utandyra, hvernig sem viðrar. Það er kalt og það má vera, þetta er ekki merkilegt eins og þið sjáuð og í rauninni ekki boðlegt. Við komumst ekkert inn með eldri krakkana og þannig þetta er í rauninni eina sem við höfum. Krakkarnir eru hörku tól og láta kuldan ekki stöðva sig. Þau vildu þó gjarnan fá betri aðstöðu. Vandamáli íþróttahúsið hérna í Borgarnesi allt of lítið fyrir okkur að vera inni að spila fótbolta. Hvernig er það að æfa úti þegar veðrið er svona? Svo erfitt og allt of kalt og við verðum að fá stuðning til að fá hellinga. Í svona frosti og raka þá náttúrulega bara verður völlurinn oft sleipur og þetta er bara oft hættulegt. Þá kemur freku, þá er hann frekar sleipur. Það slær þó ekkert á áhugann eða metnaðinn. En þið stefnið langt í fótboltanum eða hvað? Já. Atvinnumennsku? Já. Ætlaðu þið að vera atvinnukonur í knattspyrnu? Já. Hvað er besta liðið á Íslandi? Það
Þá ætlum við næst að athuga hvað Sigríður Dögg Auðunsdóttir ætlar að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins. Já, við ætlum að halda áfram umræðu skaðleg áhrif brjóstapúða sem Kveikur fjallaði fyrir vikunni og spyrjum landlækni og formann félags lýtalækna meðal annars að því hver sé ábyrgð lækna og þá landlæknis að tryggja að konur séu upplýstar aukaverkanir sem púðarnir geta valdið. Við ætlum líka að fjalla áhrif ADHD á fæðuvenjur fólks og hvernig hægt sé að stuðla að heilbrigðum matavenjum hjá fólki með ADHD. Við kynnum okkur einnig svo kallaða K-pop menningu sem risastórt menningafyrirbrigði. Og næst ætlum við að sjá hvað Edda Sif Pálsdóttir verður með í íþróttum kvöldsins. Strákarnir okkar æfðu í Gautaborg í dag þar sem þeir mæta heimamönnum og Evrópumeisturum Svía í mikilvægum leik á HM annað kvöld. Einfalt verður þetta ekki en það er allt mögulegt og við erum bara undirbúa okkur eins vel og við getum fyrir þennan mikilvæga leik. Og Elvar Örn Jónsson landsliðsmaður er orðinn frískur og æfði með liðinu í dag. Hann segist ekki hafa verið með COVID. Allt neikvætt. Þá ætlum við næst að rifja upp helstu fréttir dagsins. Mikill viðbúnaður er á Suðurlandi vegna asa-hláku morgundagsins. Óttast er að ár í klakaböndum geti flætt yfir bakka sína. Starfsmenn Reykjavíkurborgar mokuðu frá niðurföllum í dag til að vera viðbúin vatnssvelgnum. Dómsmálaráðherra vonar að lögreglan geti tekið fyrstu rafbyssurnar í notkun á þessu ári. Ákvörðun hans að veita lögreglunni þessa heimild standi þrátt fyrir gagnrýni. Jacinda Ardern, forsætisráðherra Nýja-Sjálands, ætlar að hætta í stjórnmálum eftir næstu mánaðarmót. Hún segist ekki hafa orku í að halda áfram, en gagnrýnendur benda á minnkandi vinsældir hennar heima fyrir. Til greina kemur að flytja út íslenskan eldivið, en mikill skortur er á honum vegna orkukreppunnar í Evrópu. Skógarafurðir í Fljótsdal, annavart síaukinni eftirspurn eftir íslenskum borðvið. Fótboltakrakkarnir hjá Skallagrimi vilja nýja íþróttahöll þar sem ekkert pláss er fyrir þau inn í íþróttahúsinu í Borgarnesi. Þau hafa æft úti í allan vetur þrátt fyrir fimbulkulda. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ímynd er heimildaþáttaröð þar sem íslensk ljósmyndun er skoðuð frá ýmsum sjónarhornum. Að það finna þetta allir að það er eitthvað ekki í lagi og það klæjar alla einhvers staðar í þennan stað þar